Barnafoss. Það sagt að eftir það að músabölverkur í Hraunsási veitti Hvítá í gegnum ásinn hafi verið steinbogi á ánni sjálfgjörður. Átti þá Hraunsás kirkjusókn að Gilsbakka. Einu sinni bjó konan okkur í Hraunsási. Hún átti 2 sonu stálpaða, auðug var hún að fé. Einhverju sinni fór hún og allt heimafólk hennar til kirkju upp að Gilsbakka. Voru þá sveinarnir 2 einir heima og tók hún þeim vara fyrir að fara ekki frá bænum meðan hún væri í burtu. En þegar fólki var farið í burtu ætluðu drengirnir að elta kirkjufólkið og fóru norður ásinn. Þeir komu að boganum en það sagt að boginn var mjór og hátt ofan að vatninu en foss undir. Sveinarnir tóku þá höndum saman og leiddust. Fóru þeir þá út á bogan og ætluðu yfir ána. En þegar þeir komu út á miðjan bogan var þeim litið niður fyrir sig. Þá sundlaði þá þeir sáu í iðuna undir boganum og fjallu út af niður í ána. Þegar fólki kom heim aftur fundust sveinarnir hvergi. Móðir þeirra lét leita að þeim en allt kom fyrir eitt. Sveinarnir fundust ekki. Hún frétti þá hvernig á stóð því einhver átti að hafa séð til sveinana en orðið of seint til hjálpar. Reiddist þá konan og lét höggva bogan af ánni með þeim ummælum að þar skyldi engi framar lífs yfir komast. Fossinn heitir síðan Barnafoss. Kona hét því nú að ef börni fyndust skyldi hún gefa þeirri kirkju Norðureyki sem ætti þar sveit að ánni sem þau ræki upp og þeirri kirkju sem þau yrðu grafin við skyldi hún gefa Hraunsás og Húsafell í legkaup. Alla þessa jarðir átti hún. Nokkru seinna fundust bæði börnin rekin hjá Norðurreykjum en það í Reykholtssókn. Sveinarnir voru grafnir í Reykholti svo Reykholtskirkja fekk jarðirnar allar. Og hvað sem satt eða ekki í sögu þessari, þá nú allar þessar jarðir eign Reykholtskirkju.